Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín í sjávarútvegsspjallið í kvöld eru mættir Hannes Sigurðsson úr Þorlákshöfn og Arnar Atlason, formaður samtaka fiskvinnslu án útgerðar og útflytjenda. Farið ekki rétt með þetta einu sinni? Já, það eru flestir sem fara vitlaust með þetta. Þetta heitir Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda. Já, þá er það á hreinu. Já. En það er náttúrulega ýmislegt að ræða þessa dagana í sambandi við sjávarútveg. Hafrannsóknastofnun er búin að fara í endurskoðun og það er nú sumir sem er á því að það hefur nú lítið komið út úr því. En það kannski skiptur okkur kannski meira máli heldur en margt annað vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar. Svo er náttúrulega er óunnin fiskur fluttur út í miklu magni, 52.000 tonn eftir því sem ég skilst á síðasta ári af óunnum fiski og það setur strik í reikningin. Svo er náttúrulega frumvarp á leiðinni í sambandi við það að taka upp færeyska kerfið og ég á von á Sigurjón Þórðarsson íti því úr vör og það er það að þá verður raunverulega allur bólfiskur verðlagður eftir fiskmarkaðsverði ef það fer í gegn sem maður veit ekki náttúrulega, ekki á þessu stigi og alls ekki áður heldur en það kemur fram. En hvernig árar hjá ykkur í dag? Já, þetta er hérna, við skulum segja að það er búið að vera blíða í vetur. Það er kannski svona jákað í þessu. Veturinn hefur verið frekar mildur. Já. Og það er kannski ágætt að opna á því að afurðaverð hefur verið gríðarlega hátt. Það hefur verið mjög hátt afurðaverð undanfarið og maður veltir hreinlega fyrir sér í þeim efnum að þeir sem borga nánast fast fiskverð, þeir hljóta að vera að skila með hagnaði. Stærstu handhafa veiðiheimildana ættu að vera að koma með tölur og ættu að setja nýtt samhengi í samræmi umræðinu veiðigjöldin. Já. En hérna það er eins og endrana eins og þú nefndir upp að það er margt að ræða og það er margt að spekulera og það sem brennur helst á okkur er gámaútflutningurinn. Og síðan er það þessi stöðuga umræða þetta tvöfalda velag. Þú nefndir þetta frumvarp sem þú nefnir færeysku leiðina varðandi hérna það sé eitt fiskverð. Þetta verið eitt af okkar aðal baráttumálum undanfarna áratugi. Þessi tvöfalda verðmyndun á okkar viti er eitt helsta megin íslensk sjávarútvegs og verður til svo margs ills, hefur svo slæm áhrif á kerfið sem er alltaf verið að tala að sé svo hreint og sé svo gott og svari hérna þáttunum svo vel frambúðu eftirspurn en okkar viti þá gerir það akkurat ekki það að það sé tvöfalt verðlag í landinu skekkir alla myndina. Já, en þetta er nú það sem að blasir við í dag. Já. En eru þið með eða þín samtök með einhverjar hugmyndir hvernig væri hægt að breyta þessu? Við erum náttúrulega fyrir það fyrsta algjörlega hlindir því eða samtökin eru hlind því og félagsmenn að það sé eitt uppgjörsverð á fiski. Við höfum marg ítrekka vitnað í álit frá Samkeppniseftirlitinu númer 2 frá árinu 2012 þar sem SE bendir mjög ítrekað og skýrt á það að þessi tvöfalda verðmyndun, hún verður til svo mikilla skekkju. Hún verður til samkeppnisskekkju sem brýtur gegn jafnræðisreglunni þegar greitt eru aflagjöld. Já. Þú ferð með þetta alla leið, þetta fer inn í fiskverð, þetta fer inn í tekjuskatt, þetta fer inn í laun sjómanna, þetta filterast út allt kerfið og er stórkostlegt vandamál. Maður hefði haldið að svokölluðu sjávarútveg sveitafélög tækju þetta upp á sína arma og tala nú ekki núna fyrir sveitastjórnarkosningar á næsta leiti
að þau myndu reyna að leggja þessu lið til Já. að auka sínar tekjur. Ég bý nú og hef starfað í sveitafélagi sem verður nú kannski í dag seint talið sjávarútvegs sveitafélagi í Hafnarfirði. Já. Þó svo það hefur kannski verið það á árum áður. Hannes, hvernig upplifir þú þetta fyrir austan? Fiskverðið? Nei, hvernig sveitafélagi nálgast þetta? Hvaða skoðun sveitafélagi Já, eða hvaða sko, nálgun sveitafélagi hefur Þeir hafa eiginlega enga skoðun því sjálfur persónulega þeir fara alveg eftir línu sem við að koma ofan. Já. Það hrófla ekki við þessu. En það er sko, við búum við tvenns konar fiskverð, það er markaðsverðið og síðan undirverðlagning á fiski Já. sem náttúrulega skekkir mjög alla eðlilega samkeppni og allt eðlilegt umhverfi. Þetta er langt frá því að teljast eðlilegt umhverfi eins og þetta er núna. Já. Undirverðlagningin þýðir lægri verð og sterkari stöðu þeirra sem að njóta undirverðlagningar. Sko, ég var bara að tala við skipstjóra í morgun og þeir eru á verðlagstofu verði, svo kölluðu, og er að fá fyrir þorskin frá 350 krónum upp í 380 krónur. Það má segja að þetta er sko þegar markaðsverðið er 700-750 krónur. Þetta er ótrúlegt. Já. Hvað munar miklu. Það er alveg ótrúlegt að... Svo náttúrulega horfum við bara á makrilverðið á makrilnum eins og síðastliðið sumar. Munurinn á Íslandi, Noregi og Færeyjum og á loðnin í vetur. Þetta er bara eins og sagðir á, það er með ólíkindum að eins og sjávarútvegs sveitafélög eru þarna í raun og veru að veita helmingsafslátt af þessum afla. Öllu, já, og útsvari líka. Útsvari og þetta filterast alla leiðina. Og ég held stundum að þetta sé svo ótrúlegt að þetta sé ótrúlegt og þetta sé bara eins og lygi í eyrum fólks og fólk bara trúi ekki umræðinni. Nei. En þetta er algjörlega raunverulegt, þetta er algjör staðreind og ég bara hef stundu sagt að þetta er svona nánast eins og ofbeldissamband sem sjómenn eru í, að samningarnir eru ekki sterkar en þetta, að það er alltaf verið að gera afslátt á launu sjómanna vegna þess eða á móti því að þeir séu með trygg plás hjá stórum og sterkum handhöfum við Emilda. Já. Já, ég get tekið undir þetta sem Arnar er að segja, en sko við ætlum að tala líka útlutninga á óunni fiski sem er dálítið, sem er alvarlegt mál. Já. Því að við erum að missa verkþekkingu, við erum að missa mikil verðmæti í aukaafurðum, við erum að missa stöðu á markaði, tapa svolítið frá okkur. Og færð þennan fisk í samkeppni við flög og flósin fisk og ferskan frá Íslandi. Akkurat. Og talandi sko undirverðlagningu, það er hluti af þessum afla sem landað er á Íslandi. Landað á undirverði, fluttur út á undirverði, síðan unnin í Litáin eða Pólandi eða eitthvað starf á undirverði að við teljum, seldur síðan á fullu verði á neytendaverðarmörkuðum í Vestur-Evrópu í samkeppni við þann fisk sem er keyptur á fullu verði hér á fiskmörkuðum. Já. Og það ættu allir að sjá það hvað þessa stöðu, hvað hann er ósangjörn og langt frá því að teljast er réttlátt en þetta er samþykkt af stjórnvöldu hér að hafa þetta svona. Og það sem er kannski verra í dag heldur en var að mest af þessum fiski sem fer út núna í gámum er að fara á föstum verðum. Hann fer ekki á markað úti. Nei, það er alveg rétt að það hefur aukist verulega mikil þessi beina sala inn á kaupendur og ekki bara það, heldur er það núna orðið þannig að á hinu íslenska uppboðskerfi þá er það þannig að það er komið fjöldi fyrirtækja sem kaupir. Nei, augnablik, sem eru í eigu erlendra aðila. Sem er óheimilt samkvæmt íslensku lögum en eftirlitsgeta hins opinbera, hún er svo lítil að það eru sett lög og það eru settar reglur en þeim er ekki fylgt eftir. Og ekki nóg með það, svo eru þarna líka bara hreint og klárt erlendfyrirtæki. Og þarna, sem þetta ef að löggjafinn segir að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki sem er að höndla með íslensku auðlindarna sjávarútveg verða að vera í íslenskri eigu og að hámarki ákveðinni
hlutdeild erlendra aðila, En ég held að sé 20%. það á bara við skipin sjálf. Nei, alls ekki, þetta er ekki rétt. Þú þarft að skoða lögin betur. Þetta er kveðið mjög skýrt á þetta að þetta séu líka í vinslunum. En við sjáum nú útlendinga að þeir eiga í vinslum á Íslandi. Lögin eru skýr, það er talað alltaf 20% sem er heimilt að eiga í vinslunum. En svo sjáum við afturlum eins og í lagseldinu og lagareldinu, þar er eignarhaldið hjá þeim nánast. En það er það kannski, Grétar, að aðeins öðruvísi vegna þess að þú ert að tala takmarkaða auðlind meðan laxinn virkar eins og hann sé ótakmörkuð auðlind, en þú ert bara að rækta. Og síðan er ekki nóg með það að við séum að horfa í gegnum fingur okkur með þetta, svo eru bara erlendir aðeila líka kaupin á fiskmörkuðunum. Já. Og höldum ennþá lengra með það að það sem ég eftir áralegum heimildum er að þessi aðeila séu meiri sem er undanþágu til endurgreiðslu virðisaukaskatts á þessu hráefni sem þau kaupa hérna innanlands. Já. Þannig að það ertu komin með erlenda aðeila sem er að sópa undan þessum fyrirtækjum sem er að búa til verðmæti hér heima úr hráefninu fiski. Þeim er gert þetta eins auðvelt eins og hugsast getur. Og ég held að sé bara komið tími til að stjórnvöld fara þess að horfa inn á við og velta fyrir sér hvernig getum við búið til meira verðmæti? Hvernig getum við náði peninga til þess að borga þennan spítala sem við erum að rigga hérna upp eða hvernig getum við náði peninga til að græja? Inn í alla íslenska samfélagsþjónustu, hvort sem það er löggæsla eða sjúkrahús eða bara skólakerfið. Ég nefni bara spítalan svona ganni mínu, því er nú svona gaman að ég að sprella svolítið. En sko, ég hef slegið á það að það sé mjög auðveldlega að hækka tekjuskattsstofn okkar Íslendinga af íslensku sjávarútvegi 10-15 milljarða með því að setja einhver bönd á hann gámaútflutning. Og þess vegna er það nú kannski eins og Hannes nefnir, þetta brennur svolítið mikið á okkur. Jú, en sko nú gerðum við það á sínum tíma, við settum kvóta álag á það sem var flutt út. Já, það er náttúrulega orðið alveg úrelt í dag út af þessu sem þú nefndir áðan að þetta er ekki lengur þannig að skipin landa í gáma við skipslið og þetta fer á uppboð erlendis og þar er hægt að fá aflatölur og annað slíkt. Þessu megnið af þessum afla er orðið og hann er myktar að megninu til hérna heima og svo sagt jafnvel fer að hluta til í vinnslu, er það ekki í Þorlákshöfn svolítið? Til dæmis. Hluti beint í gáma út og hluti inn í vinslur. Þannig að það er orðið úrelt og auk þess vitum við það og svona ef ég á að setja gróft á þetta þá er allavega 20.000 tonn af fiski af þessum 50.000 sem við erum að tala hér áðan og jafnvel nær 30.000 sem eru seld á uppboði. Það eru aðilar erlendir og innlendir aðilar sem kaupa fisk á uppboðinu. Hann fer aldrei í vinnslu, hann verður aldrei til verðmætasköpunar hér heima, þetta fer í gáma. Besta falli slægður ef hann er óslægður upp úr sjó. Við skulum vona þér að við vita á að slægja. Já, þeir gera það nú öruglega. En ég kalla eftir ákveðinni úttekt á þessu. Það er það sem ég myndi vilja sjá að það sé þá allavega sest niður og velt fyrir sér, skiptir þetta einhverju máli, eigum við bara að hafa þetta markaðsfrelsi, eigum við bara að láta viðskiptafrelsi ráða? Já, þetta er ekkert markaðsfrelsi eins og þetta er í dag. Við þurfum að fá raunverulega fiskin inn á fiskmarkað. Já, eins og ég var að nefna hérna, það dugar ekki til. Nei. Af því að eins og við finnum best, við sem erum á hverjum degi að kaupa fisk á fiskmarkaði og þú nefndir hér að þorskur er komin í 700-800 krónur sem er að hluta til gott, það þýðir að verðmæti afurðanna er hátt og gott en að mjög stóru leyti er það þessi ríkistyrtu Evrópufyrirtæki sem er að koma og sækja fiskin þetta. Svo að við erum ekki að keppa á samkeppnisgrundvelli. Við erum ekki að keppa á jafnri samkeppni. Þar alveg er þetta ekki markaðsöflin sem ráða, heldur er búið að skekkja alla myndina. Þetta er í rauninni pilsfaldakapitalismi, maður.
það er nú svolítið þannig, sko. Já, það er að segja það. Við sem erum búin að starfa, já, ég er búin að starfa yfir 30 ári í þessum sjávarútvegi og þú lengur. Við viljum kannski ekki vera að tala alltaf mikið þetta. En eina sem við byggjum er að fá að keppa á samkeppnisgrunni. Við bara frábiðjum okkur því. Það er engin að fara fram á einhverja sérúthlutun eða annað þess áttar. Á þessum áratugum sem við höfum verið í þessu, þá höfum við ekki gert það. Nei, menn hafa bara þurft að standa sig í samkeppninni. Það er bara þannig. Án þess værum við ekki hér. Nei. Og en sko þetta er svona angi af sama meiði allt þetta sem við erum að ræða. Þetta er eins með gámana eins og fiskverðið. Við erum, og þú nefndir það í upphafi að það væri í gangi ákveðin endurskoðun og uppstokkun, vissulega á Hafró en ekki kerfin í heild. En það er þetta viðskiptafrelsi þeirra sem halda á veiðiheimildunum er oft mjög svona umhugsunarverður punktur. Þeir geta ákveðið að selja sjálfur sér á undirverði. Já. Og aflinn upp úr skipi á verðlagsstofuverði. Og það er náttúrulega undirbúið líkur aðalega þar. Þetta er það sem kallast á fínu máli freistnivandi. Já. Hreinn og klár freistnivandi. Þarna erum við komið kannski í annað en útlutningu á óunnum fiski. Þarna erum við komið að kvótakerfinu og hvernig minn geta ráðstæða þeim aflaheimildum sem þeim fá útlutað. Já. Og þær eru notaður oft sem greiðsla fyrir fisk að hluta til. Já. Og þar með nær þá sem hefur... Þú mátt fiska fyrir mig ef þú ert tilbúin að veiða á þessu verði. Akkurat, á þessu jafnvel undirverði. Og þannig að svo sem hefur ráður aflaheimildum og hefur tangar halda á þeim sem ætlar að veiða. Já. Og menn auðvitað nýta sér þessi tækifæri. Það var þó öllu skárra þegar menn hefðu kvótaþingið. Það virkaði nokkuð vel, en það var afnumið. Já. Og við vinnum eftir því, það virkaði nokkuð vel og það þyrfti að koma einhverju slíka á aftur, til dæmis. Ef menn hugsa bara í kvóta, þá er það kannski aðstóð í því eða myndi laga til. Mér líst vel á það ef þessi færiska vel, ef það er eftir að koma henni á. Ég held að notið þeir taka alltaf þriðjunga hverri af aflanum sem verður að fara á frjálsan markað. Þannig að þar myndast fiskverð, það geta allir boðið í. Já, og það stendur allan farminn. Eins og Færeyingarnir gera þetta. 30% af aflanum, skip eða togari kemur með 100 tonn, þá fara 30 tonnin á markaðinn og þá er komið verð per kíló á allan farminn. Það ætti nú ekki standað í alþingismönnum sem að tala fyrir frelsi og samkeppni að samþykkja þetta. Það gerir það samt. Já, það er undarlegt að svo væri. Já, það er tilfell. Það er afskaplega sorglegt að menn áttar sig ekki á mikilvægi þess að standa vörðum íslenskan fiskiðnað og öllu verðmæti sem hann getur skapað. Bæði í afurðum, aukaafurðum og ekki síðast en síst að halda mörkuðum því að menn gleyma því oft hvað mikilvægt að halda mörkuðum og hafa markaði því að menn finna það fyrst þegar þeir missa markaðina og þurfa að komast inn aftur. Þá finna menn það hvað er mikill verið að hafa markaðina, hafa kaupendur og hafa góða kaupendur. Það skiptir gríðarlegu máli. Svo erum við bara ekki í fyrsta sæti með verð á erlendum mörkuðum. Ekki alltaf. Ekki alltaf, sko. Þó að sé alltaf tala þannig að við séum í fyrsta sæti. Þannig að normenn eru stundum nokkuð framar okkur. Já, Kjartan Sveinsson, formaður Landssambands smábátaeigenda, hann sagði það að verðið í búðum í London, hann hefur nú starfað mikið í London og veiturnar alltaf, að þá sagði hann að það væri dýrari fiskurinn, hvort sem það var frosinn eða ferskur eða saltaður frá Noregi. Já, sérstaklega verstatímanum þegar er flytt út það sem þið kallar skrei. Já. Hann er í mjög háa verði og vinsæll við Evrópu. Já. Það er stórkostlega merkilegt að hugsa þetta í samhengi hlutana. Ólíkt er það með okkur Íslendingum og Norðmönnum að þeir eyða gríðarlegum fjármunum í markaðssetningu. Sameiginlega og í gegnum sjóði hjá sér.
þetta frábiði okkur, við álítum að fyrirtækin leysi þetta sjálf og markaðurinn og allt þetta. Það var svoleiðis hjá okkur hérna á árum áður þegar Goldwater var í Bandaríkjunum og sambandin og fleiri. Þá voru við í hæðstu verðum alltaf. Það má eflaust til sannsvega að færa en það sem ég langar að segja varðandi þetta samt sko að skrei, eins og hún nefnir, sem okkar viti vertíðarfiskur, hringdur fiskur eða það vil komin að hrygningu og sennilega lélegasti fiskur sem hægt að setja fram að fá. Já, ég myndi ekki velja mér þann fisk á borðið en það sýnir styrk góðrar markaðssetningar að þarna koma Norðmennirnir og þeir skák okkur algjörlega. Já. Og svo þykjumst við alltaf geta gert grína þeirra markaðssetningu. Þeir eru svoleiðis búin að taka okkur í bakaríið. Þeir eru búin að taka af öllum útfluttum sjávarafurðum einhverju prósentur. Já. Ég held að sé nú bara ekki nema 1 eða 2% eða eitthvað sem þeir nota í þessa markaðssetningu. Já, við þekkjum þetta vel í saltfiskjunum til dæmis, í Suður-Evrópu og sérstaklega í Portúgal. Þeir auglýsa stíft nokkuð og það er orðið þannig að ef þú spyrð Portúgali hvaðan þessi saltfiskur sé, þá segir hann bara Noregur, Norveika. Þeir vita ekki aðra. Nei. En það dýrt auðvitað, auglýsingar dýra, sko. Já. Og það markaðssetning dýr og... En það kemur tilbaka. Einhverju leyti. Já, ef þú getur selt vertíðarfisk, hærra verði, lakasta fiskinn sem kemur í mestu magni, tekst svo vel í markaðssetningu. Bráðfeitur og erfiður í umgengni í rauninni. Já. Ef þér tekst þetta svona vel, þá markaðssetningi búin að sanna sig. Það hefur maður haldið. Og hérna, ég bara frábið mig því að við séum að hefji okkur til himna hvað þetta áhrærir. Við þurfum að gera svo mikið betur. Í dag erum við að leyfa þessum fiski hjá okkur að flæða svona algjörlega hindrunar og stefnulaust hér á landi. Og þetta skemmir vörumerkið okkar, þetta skemmir samkeppnisstöðu okkar. Því miður, það mikið að mjög lélugum fiski að fara í gámana. Já, ég meina, ég var hér með viðmælanda fyrir hálfu mánuði eða 3 vikur síðan og hann sagðist hafa séð myndir af þessum fiski út í hérna bara sem var tekið erlendis þar sem var verið að vinna og hann sagði bara flökin hefðu bara verið ljót og þau hefðu verið slöpp og allavega hana. Þetta fór beint í samkeppni við okkar framleiðslu. Já. Ég held einhver staðar á leiðinni farið alveg út af veginu þegar kemur að vörumerkinu íslenskur sjávarútvegur eða íslenska sjávarafurðir. Það er eitthvað og það er eitthvað sem þarf held ég bara stórt og mikið átak til að breyta. Það er svona mín... En það kostar. Já, en ég menna hvað kostar það sem við erum að gera í dag? Já, það er alveg rétt. Við erum með mikið magn. Svo heyri maður í þinginu að þar koma fullt af þingmönnum upp og segja að við séum með besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi og allt gott við það alveg frá veiðum og vinnslu og öllu. Og þeir viti ekki betur. Þeir viti ekki hvað verðið á íslenskum afurðum. Þeir bara, en það er bara búið að segja þeim þetta, SFS er búið að segja þeim að þetta sé það besta sem þekkist og allir öfundi þá. Einu menninir sem öfunduðu þá voru erlendir útgerðarmenn. Ég hef nú stundum sagt söguna hérna því þegar ég var að semja norsk-íslenska síld í Skagen í Danmörku og hérna færeyskur útgerðarmaður Atli Hansen sem átti Júpiter færeyska þá og Kristján Ragnarsson spurði hann að því hvort að hérna akkur þeir tæki ekki upp svona fiskveiðistjórnarkerfi með framseljanlegum veiðiheimildum. Þá sagði Atli
Næ, Kristján, mann kann ekki taka fiski frá fólki. Nei. Nei, það er eiginlega sorglegt hvað þetta hefur borið lítið ávöxt, sko, ef maður horfir til fiskstofnana. Já. Við ætlum að stórauka þorskveiðar. Já. Það er frekar niður á við. Það var Eftir 40 ára þrautagöngu, já. Sama má segja ýmsar tegundir sem er alveg týnd, humarinn er týndur, flatfiskurinn hefur rýrnað mjög og því miður, sko, þetta er sorglegt. Ég vildi óska þessi, maður myndi ekki upplefa þetta. Nei. Og maður hafði mikla trú á þessu sín tíma fyrir 40 árum að þetta myndi nú allt fara hratt upp á við. Já. En raunin er allt önnur því miður. Og þetta er búið að vera látið óáreitt í gangi í 40 ár, 42 ár. Þeir sem hafa hallmælt þessu og vilja reyna eitthvað annað, þeir hafa ekki fengið hljóðgrunn, sko. Ekki fengið áheyrn, sko, því miður og við horfum upp á þetta og jável enn minkandi eins og í þorskilum, það er ekki annað að sjá, það muni bara draga saman enn meira, sko. Þrátt fyrir það að maður er nú í sambandi við skipstjórnarmenn hringinn í kring og landið. Ég var að tala við einn bara fyrir 2-3 dögum síðan út í Vestmanni. Það er svo mikill landburður ef þeir mega fiska. Þarna, eitt sem er að landa í Þorlákshöfn, Hásteinn, hann hafði fengið upp í 35 tonna hal í snurvoðina. Mest þorskur. Ég held svona rót vandans er svona, sko, ég veit ekki hvort að kalla innbyggt stolt gagnvart kerfinu eða hvað það er, sko. Ef þú bara segir alltaf kerfið er svo gott, kerfið er svo gott, kerfið er svo gott, kerfið er svo gott, þá fara bara allir að trúa því. Og það er engin tilbúin að líta inn á við. Við erum líka föst í þessum breytingar ótta. Við vitum hvað við höfum, en sko ég hef verið spurður og víða tekið þátt í umræðu þetta. Mín skoðun er að við eigum ekki að horfa til einhverja kollvörpunar. Við eigum bara að setjast niður, fá aðstóð til þess að laga hlutina. Jú, þetta er hægt að gera þetta allt í róleg heitum og ná einhverjum áföngum og gera þetta í þrepum og annað þess áttar. Breytingar. Eins og nefndi bara á það með fiskverðið í þessu frumvarpi hjá Sigurjóni eða hvort það verður hjá ríkisstjórn eða hvernig þetta frumvarp kemur fram, að það væri bara eitt gott skref. Ég held að það myndi leiða af sér aftur á móti uppstokkun á gamla, góða skiptakerfi sjómanna. Vegna þess að ég held að það sé svona angi af sama meiði. Ég held að ef þú myndir bara setja þetta fram sem breytingu, þá myndir þú sigla beint inn í hérna, sem sagt, kjarasamningsleysi við sjómenn og eitthvað slíkt, en það er þá bara að taka á þessu heildsinni. Já, það geti vel verið að þyrfti að endur skoða skipta prósentu og annað þess átt. Ég myndi halda það. Það geti alveg verið. Sama með að ég held að því opinbera ætti virkilega að setjast niður og setja sér eitthvað markmið það hvernig ætlum við að veiða fiskinn í Ísland? Ætlum við að veiða svona mikið hlutfall í troll? Eða ætlum við að búa til verðmætari vöru með því að sækja það í línu? Er það vistvænna? Erum við að fara betur með, skiljiði? Þetta er aldrei rætt. Er betra að nota staðbundi veiðafæri til veiða eða eigum við að leggja áherslu á það eins og var gert í tíði síðustu ríkisstjórnar hjá umhverfisverndarflokknum Vinstri grænum að hleypa stórum kraftmiklum togurum upp í Kálgarða. En svo er dálítið athyglisvert þegar við erum að tala um þessi mál og það er Hafró. Hún hefur enga skoðun á því hvernig hún veiðir fisk. Taka enga afstöðu að það sé betra að veiða á krók eða net eða línu frekar heldur en troll. Ég hef aldrei séð tekna afstöðu beint eða kannski er ég bara að bulla til þess hvort að loðna sé veitt eða hvort að loðna sé við landið. Það lítur að gríðaleg bein áhrif á lífmassan í sjónum. Það eru margir af loðnu skipstjórun sem voru búin að vera á loðnu í 50 ár, sko, frá því hún byrjaði að veiðast. Bara 65-6 eða eitthvað svoleiðis fyrst er að hafa farið á loðnu. Að þeir voru alltaf
hafðu enga trú á því að ætta að leipa með flottrollið á loðnuna og tala nú ekki fyrir norðan land því hún þyngdist 20 kíló bara 20% frá því að byrja að veiða hann í júlí í nótina og þangað hún gekk fyrir Langanes og suður með landi. Það hlýtur að skipta einhverju máli hvernig við hvaða veiða fyrir við veiðum. Já, eins og þorskildum ef við nota net og reyna að sækja stærrinar. Til dæmis ef allir fiskur væri 6 kíló pluss og veitum 200.000 tonn þannig eða við veitum 200.000 tonna 3 kíló af fiski, það eru helmingi fleiri fiskar. Það hlýtur að skipta einhverju máli hvernig þetta er gert, en Hafró hefur ekki skoðun á þessu, sko. Nei, það er ósætanlegt að Hafró skuli bara vera stikkfrí í því hvort út að veiða 1,5 kíló að meðaltali. Fyrir 50 ára var mikið veitt af svokallaðum vertíðafiski, 50-70 árum. Já. Og ekki hrundið þorskstofninn þá. Nú erum við með alveg viðstöðulausar togveiðar. Svo kallar iðnaðarveiðar og árangurinn er þessi. Kannski er þetta, kannski er þetta fyrir veiði fyrirkomulagi sem hefur svona slæm áhrif. Já, það hefur einhver áhrif. Við náttúrulega þegar við skuttvættum þjóðfélagið, keyptum 120 togara og vorum að skaka í smáfiski, kannski meðal þyngd innan við 2 kíló. Niður í 1,67. Það lítur að skipta einhverju máli fiskafjöldin, sko. Já, það bara gefur auga leið. Svo eitt lítið dæmi sem ég langar að segja frá, svona nota tækifærið. Núna í vetur, þú eflaust tekið eftir því. Þá hefur verið selt talsvert magn af þorski og ýsu og ufsa á fiskmörkuðu landsins. Þetta sem sagt fiskur sem að veiddur er í loðnu og er það ekki? Í loðnunót. Já. Nót eða troll, sennilega nót, sko. Já, nót. Og sem sagt, allt í einu er þetta farið að seljast inn á fiskmarkaði sem hefur væntanlega alltaf farið bara í bræðslu með loðnu. Já. Og einhver hvort það er aukið eftirlit fiskistofu eða hvað það er. Ég man nú eftir einu sinni að það var nótabátur og Sandgerði, loðnubátur, að hann fekk risa þorsk hal eða kast. Já, kast, já. Já, þetta hefur skeið og eins í ufsa, sko. Hann fyllti allar trillur fyrir utan Keflavík og menn komu bara á litlu bátunum og gogguðu og högguðu yfir. En sko þarna, það sem ég er að benda á, er að þarna er fiskur sem hefur bara alltaf verið landað sem loðna, en nú hefur eitthvað aukið eftirlit eða betri skiljur eða ég veit ekkert hvað veldur, ég hef ekki hugmynd um það, en þarna er ég bara að segja, þetta bara blasir við að það er bara þarna einhver skekkja og ég er alveg sannfærður um það í mínum huga, það er eitt af því fáa sem ég er algjörlega sannfærður um í þessu sjávarútvegi, að líkanið er skakt, það er að vanmeta veiðarnar held ég. Já, sko við náttúrulega Hannes munum eftir því að maður var að raskellum allan sjó til að fá eitthvað fiskir í. Við úr Sandgerði, við fórum inn á Breiðafjörð, við fórum við Malarif og út á Brjálaðarhrygg og við fórum út á Jökultungu, út í Villta Vestri sem við kölluðum og djúpt á Jökultungunni og svo fórum við austur í Kanta, austur fyrir Vestmannaeyjar og jafnvel austur fyrir Vík í Mýrdal og við vorum út allar trissur að eldast við að ná í einhvern fisk og við lendum oft í moki en núna er staðan þannig á flotanum hringinn í kringum landið að þarf enginn að fara bara í 10 mílna radíus frá heimahöfn til að veiða þar sem að má veiða. Það má líka kannski segja það að breytingin á aflareglunni sem átti sér stað fyrir eitthvað cirka 10 árum síðan. Það líður hratt tíminn. En sennilega komið 10 ár þá var farið úr 25% í 20 ef ég man rétt. Að það er svona eins og ákveðin viðurkenning á því að Hafró hafi verið með rangar tölur.
það er mín upplifun á því að þeir bara, í staðin fyrir að grannskoða líkanið, í staðin fyrir að velta fyrir sér hvaða tölum er verið að byggja á, þá bara var aflatalan sem sagt, hún var farið í 20%. Já. Og það getur vel verið að það valdi því að sjórinn er stútvöllur af fiski. Það virðist vera mikið meira fiski á ferðinni heldur en var hérna árum áður. Já, það er það og búið að vera síðustu 10-15 ár og hefur bara verið að aukast. En við ætlum að tala útflutning á óunnum fiski og svo framvegis, sko. Það er mikilvægt held ég að stjórnvöld fari að átta sig á þessu og til dæmis að allur fiskur bara fari einfaldlega á markað. Allavega 3 árum. Þetta þarf eiginlega stjórnvöld verða að hafa forgöngu þetta. Því að það er eins og íslensk fiskvinnsla ráð ekki við oft samkeppnina við að bjóða í afla sem ekki fer á markaði. Já. Það eru talsvert það, ekki eitthvað það, menn útgerðir selji beint erlendum aðilum. Já. Og það fer aldrei á nýtt markað og engin íslensk fiskvinnsla hefur tækifæri til að bjóða í það. Það er ekki boðið til sölu. Nei, það er ekki boðið til sölu. Þannig þetta fer bara fram hjá öllum og engin veit þetta fyrir menn sjá þetta landa beint í gáma og á fasta kaupunur erlendis. Þetta þarf eiginlega, ég held að stjórnundur hljóta með að koma þetta við. Þeim hlýtur að koma þetta við og þeim ber eiginlega skylda til að tryggja það að þetta fái sem mest verðmæti út úr þessu. Úr því greitar menn að kalla þetta sameign þjóðarinnar. Þetta sameign þjóðarinnar. Þá varðar þingmönnum þetta og til að styrkja atvinnulífið og styrkja stöðu Íslands og alþjóðlegu markaði með sínar afurðir. Þessi 52.000 tonn sem voru flutt út, ég veit það nú bara í einn fiskverkanda, Gunnar Örlygsson í Keflavík, að hann sagði það hefði þurft 500-600 manns til að vinna þennan afla. Ég held að segja lítið meira en gott og vel, ég held að þarf við líka. Ég þarf við bæta að það er væntanlega tekjuskattsstofn á bilinu 10-20 milljarðar. Já, þá sérðu það. Það gæti nú verið búbót fyrir fjármálaráðherrann að fá það til. Maður skildi ætla það og maður skildi ætla að það væri tilefni til þess kannski að setjast niður og skoða máli. Hverju er hægt að hnika til, hverju er hægt að bæta án þess að það sé tekið af einhverjum öðrum. Ég hef miklar áhyggjur af því sem Hannes nefndi hérna áðan, það er þessi tækniþekking, ekki bara í fiskvinnslu, heldur líka bara í sölu og markaðssetningu. Þetta er allur kanallinn, frá veiðum upp í. Að við nefndum hérna fjármálaráðherrann eða ríkissjóður leggur til 50-60 milljónur ári til verðlagsstofu. Rekur til verðlagsstofu. Það sem ákveður undirverð á fiski. Og þar með leggur hann til fé til þess að fá minni tekjuskattsstofn. Fyrir ríkið. Já, hann borgaði fyrir það að fá minna. Kostar ekki meir en 50-60 milljónir? Nei, það hittast einu sinni í mánuði. Já, þú ert að tala um Verðlagsstofa skiptaðars, hún er ríkissjóður að borga það að sagt fyrir að halda þessu gangandi og læra fiskverð, þá fá þau læri tekjur. Þau borga fyrir það að fá minna í budduna og þetta er náttúrulega alveg, þetta er eins og gerist best í bananalíðvildum. Já, þetta er galið. Þú ert að tala um, það er annars vegar Verðlagsstofan og svo er hins vegar þarna nefndin sem ákveður fiskverð. Þetta er ekki alveg sami hluturinn. Verðlagsstofa skiptaðars. Verðlagsstofa skiptaverðs, þetta er á hennar hendi. Augnablik, það er Verðlagsstofa skiptaverðs og svo í þessari nefnd sem ákveður fiskverðið eða býr til viðmiðunarverðið, þar sitja fulltrúar sjómanna og fulltrúar útgerðarmanna. Já, og svo 8 maður frá Verðlagsstofu. Já, þú ættir að... Ég var í þessari nefnd á sínum tíma þegar hún var sett á laggirnar. En þetta er sér og svo er Verðlagsstofan þar fyrir utan. Það kostar alveg örugglega meir en 50-60 milljónir að reka Verðlagsstofuna. Nei, það voru nú lengi vel ekki nema 3 eða 4 starfsmenn. Nei, við skulum kannski láta það liggja á milli hluta. En þetta fyrirkomulag, ég tek algjörlega undir með þér, Hannes. Þetta er algjörlega fáránlegt. Það er hægt að sækja þessa tölur fiskverð í lok dags að uppboði loknu á hverjum einasta degi með rafrænum hætti og eflaust væri hægt að semja við reiknistofu fiskmarkaða sem er starfrækt í dag að framkvæma þessa hálfra mínútu vinnu eða hvað þetta tekur í vinnslu getu
nútíma það tölva. náttúrulega má kannski segja að það þarf að sundurliða sko eftir stærðarflokkum í fyrsta lagi. Þetta liggur allt fyrir bara. Já. Þetta er allt sundurliða á Já, já. skoðun. Það þarf ekki að vera, þetta er allt til sko. Já, Hverju já, sem degi. það er engin spurning. Og til eitthvað sem heitir gervigreind, það getur nú kannski aðstoðað við þetta, það væri ennþá fljótara. Það þarf ekki heila velastofu eða úrskurðarnefnd, þetta heitir úrskurðarnefnd sjómanna heitir það. Það er þessi nefnd sem þið eru að tala. Þetta er sitt hvort en starfar saman. Já, en Fiskistof, verðlagseftirlitið á 8 mann. Já, það getur vel verið. úrskurðarnefndinni. Já, það getur vel verið. Já, þetta er alveg óþarf því að það eru fiskmarkaðurinn um allt land og þetta er Já, bara já. ókeypis upplýsingar sko, Já, sem hættir að fá. já, Það þarf já. ekki að vera. Og byrtar á hverjum degi. Já, hver veginn sem degi. Já, Strax klukkan 2-3 á daginn þá er þetta komið inn á Og- síðurnar hjá þeim. Eins og þú nefndir áðan að þegar ykkur er að fá greiddar 350 krónur í uppgjörsverð, í skiptaverð, Já, að fiski sem er raunverulega 700 króna virði, já, þá er pottur brotin. Þá er eitthvað stórkostlegt að. já. Og hver er það sem er að fá þennan afslátt? Veltum því fyrir okkur. Já. Það eru handhafar, stærstu handhafa veiðiheimild af Ísland. Það eru ekki litlu útgerðirnar sem þurfa að landa á fiskmarkaði, það er ekki með vinslur. Hvernig stendur á því þetta óréttlæti er látið við gangast? Þetta er eitthvað, það er stórkostlega vilja sem þarf til þess að viðhalda þess. Jú, en þetta er það sem að þeir hæla kerfinu fyrir að það er ekki markaðslögmáli látið ráða. Það er bara þannig. Og það má segja, eins og ég hef nú stundum sagt, að þetta er bara pilsfalda kapitalismi. Já. Þeir tala frelsi og vilji lögmál markaðar eins að ráði og annað þess áttar. En það er bara þegar það snýr að þeim, passar þeim. Ég get ekki látið hjálið að nefna það sko, þurfti vinstri mann til þess að koma á frelsi með strandveiðar. Já, Það þurfti mann úr vinstri pólitíkinni til þess að koma á frelsi. já. Maður hefði haldið kannski að þeir sem unna frelsinu hefðu nú gert það en þeir standa bara á móti því Þeir voru á móti því og eru alveg og eru enn. hávarir á móti því. Blessa fólkið. Já, Það er mjög athyglisvert að fylgjast með umræðum grásleppu, kvótasetningu grásleppu. já. Kvótasetningu var það ekki skötusels á sínum tíma sem var nú mikið bitbein. Já, Nú umræðinu stranduðarnar. Ég meina við sem að stundum fiskvinnslu á hverjum degi, við myndum helst vilja sjá stranduðarnar tvöfaldar. Alveg ekki. Það er skaðlaust. Ég held að það væri bara algjörlega skaðlaust. Og allt fara á markað. Við lögðum nú til fyrir viku síðan að það erði hætt með togarrallið Hafrannsóknastofnun og tæki upp trillurall með strandveiðiflótanum. Já, stranduðarnar eru hálfgert trillurall. Já, þær eru hringinn í kringu landið á svona grunnslóð, svona mest, þó ekki allt, en svona flestir bátar, trillur er ekki að fara nema 20 mílur frá landi. Þú ert með sjálfvirka skráningu í tilkynningaskyldu, Já. þú sérð hvort að þessu lengur þetta árið að ná skammtinu. Við erum búin að fylla út í 42 ár frá 1984 veiði dagbækur fyrir hvern dag. Við höfum þurft að fylla út togararnir hvert hal sem þeir taka, línubátarnir, hvað þeir dróðum marga króka eða vorum við marga bala og skrá aflan, tíðafar og allt. Og þetta er allt til, en það er ekkert gert með þetta, gegnum tíðina. Það er nú bara tilfelli. En ef að ég má vera leiðilegur, Hannes, ef að vera leiðilegir, Að gera það leiðilegur. af því vorum að nefna stranduðar. Já, Nú, situr þú inn á Alþingi? nei, ekki lengur. Nei, þú hefur gert það Já. og starfar innan vébanda flokksins. Hvernig heldur að það muni ganga með stranduðarnar fyrir næsta tímabil? Mér leikur mikið forvitna á að vita þetta og hvernig svo umræði á sér stað og hvert það mun leiða af þínu viti. Flokkurinn sem ég tilheyri, flokkur fólksins, að hann er að berjast í því að ná sem mestum afla inn í strandveiðarnar þannig að 48 dagarnir gætu staðið.
En það kannski ekki komið ennþá en gæti komið, en samt veit ég að það komið meiri afli inn í strandveiðarnar í ár heldur en hefur nokkuð tíma verið. Fleiri tonn. Væntanlega staðan í dag að það verði ákveða þessi dagar gildi. Ég held að það hafi nú bara komið fram að það eru komin 14.600 tonn í strandveiðipottin núna og verið að skoða fleiri möguleika. Hvort sem það gengur upp eða ekki. En Eyjólfur Ármannsson tók að sér þennan byggða pott upp á 5,3% og sem ég hefði nú ráðlagt honum ef ég hefði sittið við hliðina á honum að taka þetta ekki að sér nema stækka pottinn, fá fleiri tonn í hann. Þannig að hann þyrfti ekki að skerða línuívilun, jafnvel byggðakvóta og alls ekki sérstakan byggðakvóta sem eru fyrir allra viðkvæmustu sveitafélögin eða þorpin. En það verið að reyna marga möguleika í þessu. Mér langar til að segja varandi strandveiðar, við höfum kynnt talsveit þessu fiski og yfirleitt þetta alveg aðbragðsfiskur. Og allt tala það að þetta sé slæmt hráefni kemur bara úr röðum andstæðingar strandveiða og ekkert annað. Reyndin svo að þetta aðbragðshráefni yfirleitt. Þegar að þeir gera þetta eins og þeir gera flestir í dag, að setja þetta í krabba, blóðga fiskin og honum blæðir út í krabba, þá eiginlega ekki hægt að gera þetta betur. En auðvitað getur verið að einhver sé kærulaus og sé ekki með krabba eða nógan krabba eða eitthvað, það maður veit það ekki. Það getur komið, auðvitað, maður hefur kynnt fisk af torskipum, það er ágætt líka, en það kemur fyrir að það ekki gott. En þetta getur hent allstaða, Þannig að en að vera að hengja þessa kalla sífellt, það er bara ránglátt. Já, það er ránglæti og það er eiginlega alveg stórkostlegt ránglæti því að við erum þarna að tala línuveitan, dagróðrafisk og fyrir þá sem ekki eru í sjávarútvegi er að hugsanlega hlusta á okkur, línufiskur þýðir það að það er minni þrýstingur á fiskin, hann er dregin upp einn og stakur og dagróðrar þýðir það að hann er aldrei sprungin, hann verður aldrei fyrir þrýstingi og er jafnvel á grynnra vatni og dagróðrar þýða það að fiskurinn kemur sama dag að landi og hann er veiddur og við erum að bera þetta sama við 5-6 daga gamlan fisk sem dregin í tóveiðafæri þar sem að fiskinum er þrýst saman og ofta miklu tími og annað í þeim tók. Þannig að bara svo almenningur skilji þetta því við skiljum þetta, mér finnst alltaf svo mikið að við tölum með þeim hætti að fólk skilji þetta og það er verið í raun og veru að reyna að tala strandveiðar eins og það sé lakur fiskur, þessi línuveiti dagróðrafiskur og sama tíma megnið af fiski við Íslandsstrendur er veitt í troll sem er akkurat andstæða þessa sem við viljum tengja við gæði. Akkurat. Já, þetta er bara, við bara þekkjum þetta allir sem höfum verið eitthvað til sjós og umgeikist fiski gegnum tíðin. Það er ekkert öðruvísi. Þannig við ætlum að berjast fyrir strandveiðum. Já, ég ætla bara að vona það að standum með þessum mönnum, þessum fólki. Við náum meiri árangri heldur en við höfum gert en mér sýnist og ég held að Eyjólfur Ármannsson sé búinn að tryggja það að það hefur aldrei verið fleiri tonn í strandveiðum heldur en hvort sem það dugar fyrir 48 dögum eða ekki. Það náttúrulega fer líka eftir tíðarfari og öðru en það eru fleiri tonn í pottinum í dag. Það er mjög jákvætt. Ég held nefnilega eins og ég sagði áðan, ég held að þessi nálgun að vera alltaf smá saman að reyna að bæta kerfið í staðin fyrir að trúa því alltaf að kyrsta það og enga breytingar á því eins og þú held ég að hafa nefnt áðan að kerfið sé svo gott að það sé ekkert hægt að gera betur, við séum að gera betur betra verður það ekki. Betra verður það ekki. Þá er þetta búið hjá okkur og leiðum við förum að hugsa þannig. Það er svo margt sem hægt er að gera betur og við verðum að viðurkenna það til þess að geta horft eitthvað fram á við. Já,
það er alveg rétt. Og náttúrulega við skulum bara vona að þróunin með gervigreind og öðru þess áttar að við getum rannsakað betur. En það er eins og við erum að tala núna, Hafrannsóknastofnun, þegar hún treysti sér ekki til að hafa skoðun á því í hvaða veiðafæri á að stuðla að sem flestur og mesta fiski verði veitt. Það er betra að vera að veiða í 9 tommu eða jafnvel 10 tommu netafisk heldur en 2 kílóa línufisk. Svo eða í hináttina, þú hefur fengið hér góðan fiskifræðing sem að vill nú fara alveg í hináttina og vera ekki að þessu, heldur veiða smáfisk og í stóru stíl. Það er ekki að skilja hann undan, segir hann. En það er líka spurning hvort að það er sniðugt. Ég er ekki fiskifræðingur, ég ætla ekki að selja mig sem slíkan. Nei, en maður er, Jón Jónsson sagði nú á sínum tíma þegar við vorum að veiða stóran þorsk í nót að hann væri hvort er að drepast og hann væri 10-15 kíló beljur. En það er allavega þörf á því að Hafrannsóknastofnun hafi skoðun geri upp á milli veiðafæra. Ég held að það sé bara nauðsynlegt og eiginlega lágmarkskrafa frá þeim, bæði sjómönnum, starfandi sjómönnum og bara hagsmunu þjóðarinnar að þeir hafi skoðun á því, rökstudda skoðun, hvernig eigi að gera þetta best, bæði upp á lífríkið og alla þætti. Já, ég held að aðalatriði sé kannski að Hafrannsóknastofnun megi ekki vera yfir nokkuð vafa hafin. Nei. Hún verða að þola gagnrýni og innri og ytri skoðun og annað slíkt. Og svo finnst mér hér áður þá fóru nú ekkert alltaf sjávarútvegsráðherrar að ráðgjöf. Nei. Þetta heitir ráðgjöf, þetta er ekki... Það var Lúðvík Jósefsson, Matthías Bjarnason og fleiri. Þeir fóru ekkert 100% eftir ráðgjöf Hafró. Það þarf nú ekki að fara lengri nættur í þegar Bjarni Ben tók að styrða að vera sjávarútvegsráðherra eða atvinnuvegaráðherra hérna fyrir nokkrum árum síðan og það var gefið út 0 tonna kvóti í karfa. Já, djúpkarfa. Hann smelti í 3500 tonn. Það var alveg aðtöðarsund að lausta aðra hálfu þá. Nú ætlar alltaf að ganga göflum og nokkur trillikallar að ég fá eitthvað þorska. 2-3.000 tonn í viðbót. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta fólk getur látið. Það er ekki sama hver. Nei, það er alls ekki vera sama. Ég velti bara fyrir mér einmitt strandveiði pottinum. En nota ben með djúpkarfan að það var 0 ráðgjöf að þeir töldu að stofnin fylgdi ekki neina veiði. Hann væri bara nánast í útrýmingarhættu. Þá er bætt við 3.000, var ekki 800 tonn. Það skiptir ekki öllu, 3 og 5 hélt ég nú. En það rann í gegn alveg orðalaust. Já. En svo er allt í fára út af einhverjum kílóum í strandveiðibáta. Þetta er nú dálítið skondið. Þetta er allt orðið mjög sérstakt og merkilegt að hugsa til þess hvaða hagsmunir ráða. Ég meina, þú veist, ef þú eldir peningin í þessu öllu saman, þá hann oft talaði það, eldur peningin, sjáðu hvað hann... Það sagði Eva Djóli. Já. Ég held að það er alveg nákvæmlega sama við hérna hjá okkur og hérna í sjávarútveginum. Það er nú í gangi könnun hvernig peningarnir dreifast úr íslensku sjávarútvegi út í æðar þjóðfélagsins. Hvað á útgerðin í tryggingafélögum, bönkum, ferðamanna bransanum, hótel og annað þess áttar. Og það er verið að, og svo náttúrulega eigur ellendis líka.
Þannig að það verður fróðlegt að sjá þegar það kemur. Já, já. Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja því eftir. Ég svo sem veit Og ekki bara þakkir fyrir það Já, já. að bara opna á þetta þessa umræðu, hvernig þetta gengur fyrir sig og hvernig þetta er. Við þurfum að fá afrakstur af auðlindin okkar. Já, það Þjóðin þarf afrakstur og sem mestan þannig á kerfið að fungera. Já, Að kerfið stuðli að því að sem mestur arður, þetta er skrifað í landslögin okkar, Já. sem mestur arður á auðlindinni komi til þjóðfélagsins, komi til reksturs þjóðfélagsins. Það ánáttúrulega við kannski til að byrja með í að stoppa gámaútflutningin í jafn ómældu magni og hefur verið í gangi og upp á síkasti. Já, kerfið sem sagt tryggir þetta ekki í dag. Nei. Þá tel ég og við að það þurfa að breyta kerfinu til þess að það gerist. Já, já. Alveg að samaskapi með fiskverðið, það geti verið helmingi lægra þegar á að fara að borga einhverjum sjómannu laun, þá sé bara hægt að lækka þeim helming eða borga helmingi lægri laun. Já, já. Það er eitthvað stórkostlegt að. Ég held að það væri alveg mikið til unnið að setjast niður og fara í gegnum marga sauma. Ef með nýta sér sko markaðslausnirnar, Já, þá kemur þetta allt upp á yfirborðið. já. Skilda allan fisk óbeint á markað, Já, eða hluta á honum. Og ég vil afla heimildir á uppáhaldsmarkað. Það væri fengi náttúrulega eigandinn, eðlilegast, en þá það fengi var eigandinn, reyndar stefnan tveggja flokka í fyrir síðustu kosningar. þá myndi myndast eitthvað verð sem menn er Já. sáttur við og eigandi fengi þá réttlátt og sanngjarnt afnotagjald. Bæði Viðreisn og Samfylkingin töluðum að bjóða upp Jú. veiðiheimildir. En Það er var alveg kannski sögunni. spurning hvað væri mikið á hverju ári eða eitthvað þess áttar. Svona tæknileg útfærsla en auðvitað væri það. Ég held að sé nú ágætis svona punktur hérna, ég finna það farið að síga á seinni hlutan, sko, að hugsa í þessu samhengi, þegar þið eru að tala um þetta, umræðan veiðigjöldin, málþófið veiðigjöldin Já. á síðasta sumri. Það hefur nú ekki oft skeið í þinginu að það þurft að nota 71. greinina til að Nei. koma málinn í gegn. Neini. Og að því við vorum að tala um að elda peningana, Já, að það er nú ansi góð birtingamynd á því hvaðan peningarnir eru og hvaðan hagsmunirnir koma. það er alveg á rétt. Og svo er það þannig að niðurstaðan var það að veiðigjöldin voru ekki hækkuð jafn mikið, þau voru bara í nokkru samhengi við hækkun sem fyrri ríkisstjórn hafði boðað. Þetta endaði ekkit í mikið hærri tölu, ef maður rétt. Eitthvað aðeins herra. Eitthvað aðeins hærra. Já. Hvað gerir svo? Við fáum ár 2025 Já, sem er eitt besta ár í sjávarútvegi á Íslandi og þessi hækkun á veiðigjöldum að mínu viti, nú er ég bara að tala frá mínu brjóstu og mínu... Hún byrjaði ekki strax. Nei, en ég held að þessi veiðigjöld fyrir þá sem að halda á veiðigjöldum hafi endað sem hálfgerður brandari í samhengi við hækkun á afurðaverðinu. Það er mín persónlega skoðun. Og samt var öllu þessu púðri eitt og öllu þessum vörnum haldið við. Þannig að þegar við erum að tala um aðrar breytingar, þá getum við rétt ímyndað okkur. Já. En það breytir ekki því að það þarf að taka þann slag. En hvað segir þú að lokum, Hannes, nú vorum við að fara að hætta þessu? Já, ég bara skora á stjórnvöld að taka til hendinni og standa með íslensku fiskiðnaði. Já. Því að það er mikið í húfi, það er til mikils að vinna. Já. Og það eru markaðarnir, það er verkþekkingin, verðmætasköpun og svo framvegis. Svo bara varandi allt þetta, þá finnst mér að eiga að nota markaðslausnir, það er einfalt og gegnsætt og auðvelt, það er bara ókeipis þróun raunverulega. Það er auðvelt og sanngjarnast, já. Staðan fyrir að þessa nefndi hinn og þessa nefndi þessu, sko. En ég þakka Arnari Atlasinni og Hannesi Sigurðssyni fyrir að koma hérna í spjall og vonandi eru einhverjir fróðari
gangmála í þess í dag og hvað bjátar á. Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að senda út, taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styðja við bakið á samstöðunni og gerast styrktaraðilar. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur.